Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram með liðin óþekkti þingmaðurinn sem sumir segja að ætti kannski í einhverjum tilvikum að vera óþekki þingmaðurinn. Kannski getur þetta að fara saman. En hugmyndin af þessum þætti hér við rauðaborðið á samstöðunni kviknaði í raun þegar ég komst að því að það væru 34 þingmenn, meiri hluti þingmanna sem hefði ekki áður gegnt þingstörfum. Og við hugsuðum með okkur, við þurfum einhvern veginn að kynna þennan stóra hóp fyrir þjóðinni. Og upp úr því var svona niðurstaðan að reyna að kynnast manneskjunni á bakvið þingmanninn. Fara undir skinnið, ef svo má segja. Þannig að það má ræða allt í þessum þætti annað en pólitík. Það er svona einhvern veginn stutta útgáfan af því. Og óþekkti þingmaðurinn í kvöld er Ólafur Adolfsson. Vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Sko, ég ætla nú bara að halda því til haga að ég kannast við þig frá þeim tíma þegar við vorum báðir í menntaskólanum á Akureyri. Já. Við vorum báðir á heimavist, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Já, ég var á heimavist. Ég man nú ekki þegar þú var á heimavistinni. Já, sko, ég var stundur rekinn. Já. En svo tók Tryggvi Gíslason skólameistari mig aftur inn. Til dæmis ef ég lenti í bílslysum sem að leiddu til þess að ég þurfti að vera á sjúkrahúsi allt sumarið, en svo hátti það til 1984 að þá gat ég ekki unnið mér inn eitt pening, þannig að hann eftir að hafa rekið mig á heimavist þá tók hann mig aftur inn. Það var mjög fallegt hjá honum. En þessi þáttur færði nú vist ekki mig heldur þig, en sem sagt sko ég man eftir þér ekki síst út af hæðinni. Já. og svo man ég eftir íþróttaáhuga þínum. Já. Og ég man að þú varst oft í hópi. Það voru svona, þið voru 5-6 saman, 5-6 strákar. Já. En ef við byrjum kannski á þessu með hæðina og förum bara svona aftur að þér 5 ára gömlum kannski. Já. Ertu þá strax orðin hærri en önnur börn? Sko, allavega samkvæmt myndum sem ég hef verið að skoða, þá er ég nú svona frekar snöggu til vaxtar. En ég, í kringum kynþroskan, þá áttaði ég mig á því að ég var ekki búinn að taka út fullan vöxt. Já. Og svo kom önnur skorpa þarna þegar maður var að klára barnaskólan, eða svona eftir fermingun allavega. Já. Og ég var að vaxa alveg fram yfir 20, sko. Fram yfir 20? Já, það var töldu lengi sentimetrarnir þarna síðustu metrum, þannig að það nýttist ágætlega því ég hafði mikið áhuga á körfubolta. Einmitt. Og það var svo íþrótt sem ég var mest að stunda hana fyrir norðan. Já. Var þar að spila með Þór og spilaði þar meðal annars með íslensku kennarana mínum, Jón Má Héðinssyni sem síðar varð rektor. Já, einmitt. Og það var skemmtilegt. Glíma við hann fyrst í íþróttahúsinu og þurfa svo að þegja undir honum í tíma. Sko, ég heyrði þá sögu að hann væri svolítið grófur þegar hann var að spila með nemendum. Það væri ekkert grín að spila með hann, gegn hann. Já, ég held að það sé nú kannski ekki rétt lýsing á hann, hann hefur verið grófur. Hann var náttúrulega mjög rammur að afli. Já. Og þannig að, þú veist, mikill skrokkur, mikið kjöt. Já. Og það bara fylgdi því til dæmis þegar hann var að spila við óharna úlinga einhverja svona lengjur að hann var yfirleitt sigurvegari því það þýddi ekkert að nota aflið á mótornum. Það var þá frekar að reyna að nota snerpu eða reyna platan. Einmitt. Hvar ertu fæddur? Sko, ég er fæddur í Reykjavík, en foreldrar mínir bjuggu semst í Ólafsvík, Snæfellsbæ eins og það heitir núna, en í Ólafsvík, og ég er þar alla mína æsku. Ég man eftir samt einhvern tímann þegar ég er barnungur að þá vorum við í Kópavogi í einhvern tíma. Ég man alltaf eftir að var í einhverju svona fjölbýlshúsi, ég man alltaf að ég var að renna með niður handrið þegar pabbi var í lögguskólanum. Þá fluttum við suður í einhvern smá tíma, en það var stutt. Annars ég í rauninni aldrei minni æsku, eða varði aldrei minni æsku fyrir vestan í Ólafsvík. Og þar byggu sem sagt amma og afi báðum megin. Þannig að fjölskyldan var þar alveg, og ég má vel að segja að ég fari úr Ólafsvík þegar ég er að fara í menntaskóla. En fram á þeim tíma var þetta bara Ólafsvík miðpunktur heimsins. Áttu systkini? Já, við áttum að verða 3 bræðurnir. Ég kom fyrstur
og Steinar bróðir minn, hann kom síðan nummer 2 en hann var svo erfiður, það var heimafæðing og það gekk ekki vel þannig að mamma ákvaði ekki fleiri, hún var búin að ákvaði eignast 3 stráka en þeir eru bara 2 Steinar bróðir minn er sem sagt bæjarhittari eða formaður bæjarhittari á Akranesi og búin að vera þar núna ansi lengi, ef maður rétt síðan bara 2011 eða eitthvað. Þú sagðir að pabbiðin hefði farið í lögguskólan, var hann sem slögga? Já, pabbi minn var sjómaður og ég held með sem að verið vélstjóri. En svo fór hann í lögguna þegar við vorum orðnir 2 bræðnir. Þá kom hann í land. Og mamma þinn, vann hún úti eða var hún heimavinnandi? Já, mamma var útivinnandi. Við rákum þetta vélsmið amma mín var eigandi af vélsmið ásamt langaða mínum og bræðrum hennar. Já. Og mamma vann einhvern tíma á skrifstofunni þar og svo vann hún mestmegnis í Sparisjóði Ólafsvíkur. En hún var bankamær. Já. Myndirðu segja að þú hefði fengið borgaralegt uppeldi? Já, ég myndi nú ætla það. Sko, auðvitað var, það var pínu spes að pabbi var lögga. Og við áttum samtal mjög snemma, ég og móður mín. Og ég man alveg eftir því minni æsku, þar sem að hún fór henni fram og að ég bæri virðingu fyrir því að pabbi væri í löggunni. Þannig að ég tæki til í þessi öllum mínum háttum. Já, og hún var í raunin að biðja að hegða þér vel. Já, hún var í raunin að gera það og nýtti tækifæri mjög vel, sko, hvað það var það. En ég held að hafi nú svona sloppið ágætlega til, en þú veist, ég fikk ekki eiga skelli nöðru eða verið í einhverju slíku, það var algjört bann, við slíku. Voru kannski ekkert margar löggur þarna í plásinu? Það voru nú fleiri löggur held ég meira sér heldur en í dag, sko. Þetta voru, ef ég maður rétt, 3-4 aðlar sem voru, sem sagt, annarkvæmt fasti lögreglumenn eða semst svona lögreglumenn að hluta. Og þá kannski sérstaklega í kringum ballvaktir og svoleiðis. Og ég man alveg eftir því úr minni æsku semst, það var mikið ónæði. Sérstaklega í vetrartíman. Það var kannski ball og maður heyrði þegar pabbi kom heim eftir ballið, sko, kannski 3:30 eða eitthvað. Og hann var búinn að vera í bælinu í kannski 10 mínútur korter þegar að fyrsta símtali kom, sko. Þannig að það var oft þannig að það var ónæði fram með til nóttu. Það fylgdi verbúðalífinu, sko. Já, fylgdi verbúðalífinu. Já. Þetta var náttúrulega, sko, af því við erum svipuðum aldri, þá getum við borið saman tímana núna og í gamla daga þegar við erum unglingar og það nú ekki margt líkt með þessum 2 heimum. Nei, ég segja að það var alveg hárrétt hjá það ekkert líkt með því. Og sko, ef maður bara velti fyrir sig hvað krakkarnir hafa fyrir stafni núna við það sem maður sjálfur að gera, þá finnst manni, ég ætla að segja að börn séu einhvern veginn þroskaðar í dag. Þau eru kannski glíma við annan veruleika heldur en maður sjálfur að glíma við. Það kannski, maður var eiginlega að hafa vona fyrir sér kannski og með einhverjum upptækjum og svo framvegis. En í dag þetta símarnir, tölvurnar. Já. En líka það að sko unglingar dagsins í dag, þau finna ekki hjá sér þessa miklu hvöt til þess að rífa sig svona snöggt frá foreldrum sínum og aðskilja sig og aðgreina eins og ég upplifði. Að sko bara frá með 15 ára aldri þá maður bara fluttur út og maður bara á eigin vegu. Og maður gerir öll mistökin sem maður hefði kannski ekki þurft að gera en maður hefði leyft öðrum að leiðbeina sér aðeins betur, sko. Já, sko þetta var að þannig að báðir foreldrar vinna úti og þú ert með talsvert dauðan tíma sem þú þarft þá að einhvern veginn að verja og skólinn var nú ekki þó að það hafi þú varst ekkert mjög lengi í skólan, það er alltaf mínu upplifun, þú varst kannski lengur í íþróttahúsinu, sko, en þá var kannski lítið að vera nema að vera í einhverju útivist, það var ekki sjónvarpið eða eitthvað til að hafa vona fyrir manni, þannig að ég held að á þeim tíma hafa svona verið, ég held að verið meiri félagskapur, það var, maður var yfirleitt með nokkrum vinum og menn voru uppátækja samir. Og það var eitt, sko, bara eins og maður gæti smelt fingri, fengið hugmynd
og þá var bara komnir 10, 15, 20 krakkar að gera eitthvað 20 minútur seinna. En núna sko þarf svo mikið samþykki aðdragandi virðist vera og þetta svo stór ákvörðun bara hittast og síðan hvað á að gera og þetta var allt svona óbúslega mikið spontan. Já, og stundum var nú sammælst í skólanum þá ákvað maður, þú veist hvernig maður ætlar að eiga síðdeginu og það spurðist nú yfirleitt út ef það var eitthvað skemmtilegt í gangi. Þú veist, ef það var, segjum bara til dæmis að það hafi verið eitthvað reki í fjörunni eða eitthvað slíkt skilur, þá fór það eins og eldur sinu og allir allir fór að kíkja og sama með, þú veist, eða hvort þetta útvarshæft en þú veist, frystihúsið átti mjög mikið að gömlu húsnæði og það var ekkert allt vakta. Þannig að þú veist, það kom alveg fyrir að menn fundu eða opnuðu glugga og voru á stöðum þar sem þeir átti ekkert endilega að vera. Þannig að það var ýmislegt brallað. Já, einmitt. En sko það að vera sonur löggunnar á svæðinu, það hefur svona einhverju leyti verið hamlandi fyrir þig. Já, þú veist, ég upplýði það kannski aðeins þannig að þú veist, maður verið í útvistatíman. Þú veist, þú tókst ekki þátt í einhverju misjöfnu sko. Og alls ekki eitthvað sem maður gat mögulega skemmt orðsporið fyrir föður mínum. En hann var nú ekki barnanna bestur sko. Hann Hvað áttu við? Ég man nú til dæmis eftir því að ég fór að stunda rjúpnaveiði bara fermingu sko og með riffil. Og það var nú með lögregluvarðstjórann. 22 kaliber. Já, 22 kaliber. Ég kannast þið það. Þannig að ég var nú farin að ganga til rjúpna og hafði ekki aldrei til að bera vopn. En ég var engar síður með vopn undir höndum. Þannig að hann hefur séð í gegnum fingur. Já, sko, sumt bara eitthvað sem að, þú veist, var refaskitta og sumt einhvern veginn þannig að það hefur sinn gang, sko. En hvernig barn varstu? Ég held ég að vera bara rosalega þægilegt barn. Það til myndir að mér sem ég spikfeitur út í garði í einhverju drullumalli eða eitthvað. Kornungur. Já, þá bara, þú veist, í matrósafötum, sko. Ég held ég að bara verið nokkuð þægilegt barn, sko. Mér gekk ágætlega að læra og þú veist, aldrei ég vandræði með hega félagskap og ég samt þannig að ég gæti líka alveg unna við það að vera einn, sko. Pínu sérvitur kannski. Gamall í háttum? Ég sko, kannski meira, þú veist, hafði áhuga á lestri og var gaman að lesa bækur og ekkert endilega, sko, einhverja barnabækur. Þannig að, þú veist. Glaðlyndur? Já, ég held það nú. Og hefur litt verið gleði kringum mig, sko. Léttur á brún? Já. Já, ég man líka, mér fannst þú hafa þá áru yfir þér í menntaskólanum, svo ég fari aftur til þess tíma. Já. Það var nú ekki fílan í kringu þig, sko. Nei, það hafi sjálfnast verið, sko. Og þú veist, þetta er bara þannig að maður hefur tamið sér svona almennt jákvætt viðhorf í lífinu, þó að það sjáast ekki alltaf á Facebookinu. En maður spurði stundum, okkur er svona reiður á Facebook? Og ég kannast bara ekkert við það, sko. En þá lesa menn eitthvað í textan, sko. En já, ég held ég að vera í klassina og ég, þú veist, maður fekk þetta bara mjög þægilegt uppeldi, þú veist, maður fekk að valsa nokkuð frjálskilu, við vorum auðvitað alltaf með svona ákveðin æðstaprest í þeim efnum sem var föðuramma mín, sko, sem að, ég held hún að sagt með hverja einustu draugasögu sem hún kunni einhvers konar óargadýr sem voru í fjörunni eða eitthvað þar sem maður gæti farið sér að voða, þar voru alltaf einhverjar óvættir sem var reglulega sagt frá. Dæmisögur til þess að þú færi varlega? Bara svo maður færi ekkert á þessa staði, allavega væri þá svona varkár. Amma var rosalega, amma Dagbjörn Anna, hún var svona, já, hún var dálítið sérsina, svona sérmar eftir á, jafnvel kannski svona, já, svona kvíðin jafnvel, maður svona átt að sjá því í dag að mögulega hafi verið einhver kvíði til staðar á áhyggjur. Hún er í rauninni gamla skólan, það sem var svona ákveðið miskunnleysi, þú veist, bara í lífsbaráttunni. Og hún passaði rosalega vel upp á allt sitt og sína. Og afi minn var nú, hún þótti sopinn góður.
Afinn. Já, afi Steini. Já. Og ég man nú eftir því þegar hún var að taka hann pískan til þegar hann kom heim seint á kvöldi. Já. Og hún var að draga hann inn í herbyggja á Eyrón og lesa honum pistil. En hún passaði mjög vel upp á okkur og svolítið spes, hún var svona eiginlega eins og sko Ólafsbyggð 48, það var svona eins og samkomuhús. Það voru fólki sem var að koma á hann og hlýðum, það kom alltaf við. Þannig að hún bakaði og var alltaf með nýbakað bakkelsi eða brauð og tók á móti fullt af fólki og alls konar fólki sko. Og þá svona áttaði maður svo því að hvernig sögur verða til eða svona spinnast upp og svo spáði hún í bolla. Já. Þannig að það var komið svolítið að fá hann til að spá. Já. Og hún var svona rafmagnsofn sem þetta var voðalega serimónýr að hrista bollan þegar það var eitthvað smá kaffilögga eftir og þetta svo leka á hann og setja svo ofnin og svo var spáð sko. Já, ég man eftir einhverjum svona tiktorum. Ég ekki viss að það verið hávísindalegt hjá henni. Það ekki víst. Svo kom ofan á þetta andaglas líka stundum. Já. Fóruð þið í það? Nei, við vorum lítið í svoleiðis. Ég man eftir samt þegar hún eldri. Já, það var ekki bara partur af því að þú ert búin að heyra nóga draugasum. Þarft ekkert að á fleiri að halda. En sko, manstu eftir þér ungum í íþróttum og svona með ertu þannig gerður að þú fannst snemma að þú þyrftir að fá útrás í íþróttum? Nei, ekkert endilega sko. Ég hafði alltaf, auðvitað voru við, það var spilað fótbolti. Já. Ég hafði reyndar alltaf miklu meira gaman að körfubolta. Já. Og jú, það voru okkar árgangur var bara nokkuð stór í íþróttum. Já. Og við vorum með alveg hörku leikmenn sem á svona þess tíma mælikvarða, það voru góðir þjálfarar sem voru að koma vestur. Það var alltaf svona dálítil athygli á fótboltanum. Víkingur Ólafsvík var alveg númer. Já, ég man eftir því. Og frændur mínir voru í þessu og maður átti svona sínar hetjur sem maður leit upp til og vildi fylgjast með. Já. En ég veit ekki, ég var lagði meira búið í svo að vinna bara hreinlega. Sko, mandlum settir á sumrin, ég hafði ekki mikið fótbolta. Ég allavega í minningun það þannig og ég man meira eftir mér í vinnunni, sko. Ok. Þannig að það er ekki fyrir aðeins seinna sem að svona... Já, svo fyrir maður í menntaskóla. Þá auðvitað, þá var maður komin í alvöru lið og ég bara heilmikið æft. Við lögðum á okkur að labba út í yfir Glerána og niður á Eyri til að sækja í körfuboltann og þetta var... Hvað hétt það, Sanavöllurinn? Já, ég spilaði reyndar lítið fótbolta þarna, sko. Það var bara á heimaðustinu á vorin sem maður var í því og svo bara í leikfimitímum, en annars var ég aðalega bara í körfunni. Já. Það fór svo að hafa svona svolítið meira gaman að fótboltanum. Já, og þú verður svona, þú ert þekktar í dag sem fyrrum fótboltamaður en körfuboltamaður. Já, ég var hetjaði Svarthvíti í sjónvarpi. Gagvað fótboltanum. Já, ég kannast alveg það, en mér fannst ég alltaf ágætur í körfu. Ég var kannski ekkert sérstaklega sókdjarf, en ég var ágætis varnarmaður og ég var nú oft notaður bara til að dekka útlendingana, sko. Já. Gastu tróðið? Njá, ekki með neinni sæmd, sko. Ekki með sæmd? Nægilega kannski að því að maður var ekki með samhæfingu á útlimunum nægilega og ég hef aldrei lagt mikið upp úr því að lyfta lóðum. Nei. Það finnst mér afskaplega leiðilegt. Já, ég tek undir þetta. Já, þannig að ég hef kannski aldrei búið til ekkert sprengikraft eða neitt svoleiðis, en ég hef alveg haldið mínu. Þannig að þegar þú tróðst þá var það sæmdarsnautt. Já, það var sæmdarsnautt, ég morðaði hann. Og já, ég hef aldrei verið lipur, sko, en ég hef alveg verið skapmikill. Og þá engin eitt inni hjá mér, sko. Nei. Það
kristallast nú bæði hérna fótboltanum og körfunni, sko. Já. Og sigur vilji mikill. Já, þú ferð ekki í íþróttir til að tapa, sko. Nei. Þannig að það hefur þetta fyllt mér, en þú vissir ekki gleðina samt. Varstu brjálaður eftir tapleiki? Varstu reiðastur í liðinu? Já, sko, þú tapaði með einu stíg? Nei, ég held að það snýst kannski aðeins það, ertu sáttur við þína framistöðu? Já. Og ef þú ert hérna hóflega kritískur, þá nær maður nú yfirleitt svona einhverju friðþægingu því að maður hafa nú kannski lagt sér þetta mörgum. En auðvitað er þannig að það er ekkert gaman að tapa og ég ætla ekki að halda því fram að það sé einhver árangur að vera í öðru sæti. Sko. Þú getur alveg lifað með því gegn 10 tíma, en það er allt annað að vera sigurvegari. Þar vill maður vera. Kannski hefur sko orðræðan eða umræðan þetta ég veit ekki hvort ég á að hætta mér út í þetta fúa fen. Komdu með það. En sko ég er svona, já, maður þarf að tala mjög varlega. En sem sagt, ég vil meina það að lífið er slagur. Já. Og það er ekki bara fallegt og mjúkt og yndislegt og skemmtilegt. Það er líka bara ljótt og miskunnarlaust og grjótur samkeppni og einhvern veginn þurfum við að búa börn undir það. Já. Og hérna svona á köflum hefur manni kannski fundist að við værum að pakka inn nöturlegum raunveruleika í aðeins og mjúka liti. Já. Hefur mér stundu fundist. Já. Ertu sömu skoðunar? Já, sko ég náttúrulega, þú veist, auðvitað er þannig að maður horfir á þau spil sem að fólk eru gefin. Já. Og þú veist, það er alveg klárlega mismunur þar á. Já, mjög mikið. Og þá skiptir auðvitað máli hvernig við nálgumst akkurat þá stöðu. Hvernig spilum úr þeim spilum sem við fáum? Já, og líka bara að þú fáir þá þau spil á hendi sem að í rauninni kannski má segja eiginlega að þér ber. Það þýðir ekki að þú fáir allt upp í hendunar, en það þýðir að þú fáir allavega sömu tækifæri. Já. Það skiptir auðvitað máli. Og þú veist, ég bara úr minni æsku, af því við höfum nú verið að ræða svolítið æskuna, þá ég man eftir því mjög sterklega að í okkar hópi var einn strákur sem að myndi nú kannski kallast seinfær. Já. Og og það var svo áberandi hann er enda látin í dag, það var svo áberandi í okkar hópi að við stóðum alltaf vörð þennan aðila. Já. Og sérstaklega gagnvart stríðinni, þú veist, þannig að það var bara, menn tóku slaginn fyrir hann. Já. Og vörðan. Já. Og hann var alltaf tekinn sem sko einn úr hópnum og það bar aldrei á neinu. Að en auðvitað síðan fyrir hann sko síðar þegar hann verður fullorðinn maður, að þá auðvitað breytast svona, verður annað hlutskipti. Já. Og maður saknaði þess aðeins þegar maður var ég man þegar ég fór í útföruna hjá honum. Já. Að þessa tíma þegar að við með léku áhyggjulaust saman. Já. Og í hans tilfelli sko, einn á hópnum, alltaf einn á hópnum. Ekki alltaf með bestu hugmyndirnar og oft skrýtnar en mjög skemmtilegu fyrir og algjörlega ómissandi í hópnum. Og það var passað upp á það. Og kannski maður saknar þess aðeins í sko, samfélaginu eins og það er núna. Að allavega eins og maður, þegar ég horfa á þetta sem ég er nú lífsali og er sem sagt lærður lyfjafræðingur og maður á þetta samskipti við fullt af fólki gegnum vinnuna og það er fólk sem er í alls konar stöðu. Já. Og ég held að maður sko læri þar til dæmis að leggja sitt að mörkum en ekki verða meðvirkur. Af því að þú veist, auðvitað er það á endanum þannig að fólk ber ábyrgð á eigin lífi og á að bera ábyrgð á eigin lífi. Já. En það þarf auðvitað að fá sömu tækifæri. Já. Og svo spilar þú bara úr þínu. En þú kannast við þessa klemmu sko að með íþróttir, æskulistarf, að það eru allir hvetjandi og allir eru æðislegir og allir eru snillingar. Já. Þegar þau eru yngri, svo áttuðu sig á því að það er ekkert allir snillingar, það er ekkert allir æðislegir. Og svo bara búm, ef það er engin fyrirvari á því það bara allt í einu hrökklast út í hotn. Þjálfararnir velja þau ekki í hópana og sko Þetta er snúið. Já, það er það og auðvitað er þannig að maður hefur kannski ykkur ákveðna væntingar. Já. Þú veist, og maður getur bara í rauninni hort á bara
eigin líf í þeim efnum, skilur. Þú veist, þú tekur ákvarðanir og þú veist, það ekki alltaf réttar. En þú reynir auðvitað að gera úr því það sem að þú getur. Þú veist, ég man til dæmis eftir því þegar ég ákvað að fara í lyfjafræðina. Það var ekki mikill undirbúningur við það. Ég Skyndi okkur. Já, í raun, sko. Ég var búinn að sitja einn áfanga hjá 2 áfanga hjá Sigga Bjarklind, heitnum. Líffræðikennari í MA. Já. Kendi mér efnafræði og hann kendi mér meðal annars svona, ég ætla að lemma að segja bara lyfjafræði. Hann var svona klíníska lyfjafræði. Okay. Og hann átti fortíð úr læknanámi og hann kveikti svona ákveðin áhuga á mér. Amma var reyndar alltaf búin að segja mér að ég er í prestur eða læknir og ég ákvað að verða hvorugt, sko. Já. En þar fekk ég áhuga á lyfjafræðinni, en ég var ekkert samt með eitthvað svona drepa áhuga, en ég var búinn að ræða við foreldra mínum það að ég hefði áhuga að fara í háskólann og ég fór heima að vinna sem sagt í Ólafsvík og ég var búinn að tilkynna móður minn það að ég að sækja fyrir eitthvað ákveðin tíma sem að ég síðan var í rauninni að góðlega með að klúðra. Já. Og ég man að ég ligg í hægenda stólnum inn í stofu og hún spyr mig hvort ég sé búin að ganga frá umsókninni. Já. Og ég segi nei og hún segir og ætlar ekki að fara að gera fyrir hvað ætlar að gera. Jú, sagði, ég bara í því máli. Strax eftir stúdent samt? Já, þetta er eftir stúdentin og ég var búin að sækja mér, ég hafði haft það framtak sem að sækja mér bók sem að lýsti þetta var kennsluskráin í háskólanum. Já. Og þannig að ég byrjaði að fletta henni og það var prestur fyrst, ef ég maður rétt, guðfræðin og ég hafði ekki áhuga á því og svo var það læknirinn og svo kom lyfjafræðin. Ég sem að, ég þarf ekki að fara lengra. Ég bara prófaði þetta. Og af hverju valdi ég það? Jú, ég myndist þessa kúrsi það tekið á Sigga Bjarklind. Vissir að áhugatögin var þar. Og svo þurfti ég náttúrulega ekki annað að horfa á skattframtölu. Þú veist, ég meina, það var ekki að sjá annað en að apótekar landsins hefði bara nokkuð gott. Þeir eru allir efstir á skattskýrslum og þannig að þetta hlaut að vera tekilega gott. Allavega ekkert slæmt. Þannig ég ákvað að fara í þetta og prófa. Þannig að þú lagðir snemma áherslu á það að þú hefðir nóg að bíta og brenna, þú og þeir sem væri í kringu þig. Sko, efnislega, þú veist, eða einhver efnishyggja hefur nú svona kannski aldrei þjakað mig, sko. Nei. Og ég hef alltaf búið við í rauninni bara ágætiskost. Ég meina, foreldrar mínu voru ekki efnaðir en það skort aldrei neitt. Nei. Amma mín og afi voru, þú veist, ég myndi nú bara beinlega segja að þau hefðu verið fátæk, sko. En það skort aldrei neitt. Alltaf nú að bíta og brenna, en þú veist, þau áttu sitt gamla hús og það var gamaldags og draumur afa með eiga bíl var sko lata, þú veist. Hann var svona, alveg svona verkalýðsmaður. Ég man eftir rifildónum heima í hádeginu þegar hann var að koma helgar. Og það var verið að taka slaginn. Foreldrar mínir og flestir í fjölskyldunum voru svona alveg helbláir. En afi var grjótharður kommunisti. Og það var gaman að rökræðinu og þar fekk maður kannski líka aðeins áhuga á pólitík. Þú var með kannski ekki nefna en þú veist, afi, ég man það sem ég þótti svo sérstakt við afa, hann var alltaf á því, sko, við ætlum ekki að eiga atvinnutækin. Ég meina, þessi bölvuðu kapitalista, þeir eru auðvitað að reka atvinnutækin, þeir kunna það, þeir vita hvað þeir eru að gera. En við ætlum að fá stóran skerfa þeirri köku. Og það okkar markmið að stækka sneiðina sem við fáum. Við ætlum ekki að reka þetta. Þetta var hans eigin útgáfa af marxisma. Einmitt, sko. Já, skemmtilegt. En þú veist, auðvitað var líka, ég meina, að amma, þú veist, við vorum með kindur, sko. Og þú veist, og það var auðvitað, við borðum fisk 3-4 sinnum í viku, sko. Eða einhverja útgáfa fiskibollur eða stektan fisk eða hvað það var, sko. Þannig að, þú veist, líf var einfalt, sko. Og ilmurinn á hafinu, ilmurinn á þanginu og svona góð lykt. Sko, það var alltaf 1 fjöruferð á dag. Alltaf. Og það var alltaf eitthvað nýtt. Ég meina, hver einasta fjara búaði eitthvað nýtt sem hafði komið inn á flóðinu.
og margir af svona margt af þessari líffræði sem maður svona fór að fylgjast aðeins með, hún snýr að hafinu sko. Já. Hafðirðu snemma áhuga á hlutskipti annarra? Við erum náttúrulega, þurfum ekki að tala lengi saman til þess að hljóta að vera sammála það að lífshamingjan, hún liggur á nokkur leyti í því að hvert og eitt okkar fái tækifæri til þess að sinna því sem við brennum fyrir, sem við höfum áhuga á. Og ef manni til dæmis líður vel í vinnunni, ef maður finnur að maður hefur áhuga á vinnunni, þá bara þýtur tíminn áfram og maður finnur aldrei fyrir að maður sé í vinnunni og þannig að keppi samfélaga, ekki síst norrænna velferðarsamfélaga sem að við höfum náttúrulega skorað mjög hátt á skala heimsins, bara að reyna að útvega öll þessi tækifæri. En svona, var það snemma sem að þú fórst að hafa áhuga á hlutskipti bara jafnvel ókunnugs fólks í kringu þig? Já, ég held að maður geti alveg sagt það sko. Ég nefndi nú þetta áðan með félag okkar eða bekkjafélag okkar og svo var maður auðvitað var við það í Ólafsvík. Ég meina, ég var að vinna í salthúsinu og ég var að vinna í frystihúsinu og þú veist, það var fólk sem að var til staðar sem að þú myndi kannski segja í dag að hefði verið frekar inn á stofnun. Já. Þú veist, þetta fólk sem var jafnvel með alvarlega geðsjúkdóma. En enga síður var haldið utan. Þar sem viðkomandi var sóttur heim. Skilur, það mætti ekki vinnuna og fólk var þurrkað upp eða var í einhverju brennivínssulli og fólk var jafnvel tekið, skilur, þú veist, nokkur sinnum á ári, farið með það í íþróttahúsið og að baða hátt og látt með að var hópur heim að þrífa húsi, sko. Veist, þannig að samfélagin tóku sér saman og það haldið utan fólk. Veist, ég held að það sé minnum þetta í dag. Það sósíalismi. Já, mér alveg sama hvað væntu þykja kallast sko. Og ég kapitalistin ekki lausnin á öllu en þú veist, en ég held að sé mikilvægt að allir fá sömu tækifæri og við reynum ekki að steypa alla í sama mót sko. Ein vinkona mín nú svona listaspíra og ég man alltaf eftir því að hún var að segja mig Óli, við þurfum meira skrýtnu fólki á Akranesi. Við þurfum meira fólki sem að, þú veist, breytir samfélaginu, gerir það þannig að það sé sko, það sé einhver dýnamik, það sé einhver sköpun. Þú veist, það er ekki sköpun að vera bara að vinna í einhverju verksmiðjuvinnu eða vera þessun í apótekinu sko. En gera eitthvað svona sem öðruvísi. Ef þú rennir aðeins í huganum núna yfir persónugalleríið á Heimavist Menntaskólans á Akureyri. Þar var nú margur kynlegur kvisturinn. Þar var mikill fjölbreytileiki í nemendahópnum. Sannarlega. Mér er alltaf minnistætt þegar ég kom í fyrsta sinn í skólan með risastóra ferðartösku til að fara með flugi sko. Til að fara á Heimavistina. Og fyrsti maður sem ég mæti Steingrímur Kárason. Fyrsti maður sem ég mæti sem að sko ég hugsaði með mér, bíddu nú við ég ekki að fara í einhverja virtustu menntastofnun landsins. Þarna var maður sem var í svörtu leðurdressi með svona gattagriflur og svona gattaleðurjakka og ég hugsaði með mér, þú hérst að vera algjör hálfviti. Ekki bara hálfviti, skilur þessi maður var bara eitthvað varasamur vandræðunglingur. Svo er þetta ljúlingu sem hann skilur. Nokkrum árum seinna fór hann á styrk í MIT og tók doktorsgráðu í hreyfiskinni robota. Háránlega velgefin maður, skilur og þú veist, og það er svona persónu sem að gefa lífinu lit, sko. Og þarna líka sannaðist að fyrir manni einu sem oftar, sko, ekki dæma, þú veist, bókina kápunni, sko. Það er rétt. Svo voru hann líka karakterir sem að virtust bara að hafa verið dorgaðar upp úr einhverjum afdal. Höfðu bara aldrei áður hitt fólk. Það var stórmerkilegt. Já, ég var í samvistum við mann, sko, eða samskiptum við mann sem að hafði aldrei komið til útlanda og aldrei komið til Reykjavíkur. Hann fór hins vegar fyrst til útlanda áður en hann fór til Reykjavíkur. Þannig að það var leiguflug frá Akureyri og hann hafði aldrei komið til Reykjavíkur. Það er eiginlega ótrúlegt og við erum þannig að, sko, 18-19 ára, sko. Já. Það er ótrúlegt. En svo var líka slatti af krökkum frá Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Og eftir á að hyggja þá var þetta náttúrulega sko, þetta er óbúðslega hættulegt svæði að vera á.
hvernig þú ert sko, þú ert með jafnöldrið þínum. Já. Jú, það er alveg ægi og það er einhver húsvörður og það er bannað að detti í það á heimavistinni samt koma allir fullir heim á nóttinu skilur og enginn gerir neitt í því. Nei, og bara labbar inn á herbyggið á það lægi. Já, einmitt, en sko svona bara eftir á að hyggja, ég stundum, þegar af því við erum orðnir í fullorðnir og við erum börn og barnabörn sennilega og allt það, þá hefur maður svona velt fyrir sér, já, myndi ég senda krakkan minn núna í þessar aðstæður? Já. Kannski ekki. Sko, ég hugsaði þetta alveg og ég á nú ég á sem sagt 2 börn og 2 fósturbörn og ég og ég var í þeirri stöðu að ég agiteraði fyrir Emma á öllum vígstöðum. Ok. En þau völdu sína leið en ég heldur að fara á misvið ákveðna hluti því að sko ástæðan fyrir þess að ég fór norður ég vissi að þetta var góður skóli og mér langaði til að vera heimavistarskóla ég er búin að vera heima á pappa og mömmu alla tíð sko og ef ég var að fara að búa hjá ættingjum í Reykjavík þá sem voru líka kynlegi kvistir sko þá var það ekki alveg svona framtíðarsýnin mín þannig að mér langaði til að vera heimavist og ég skoðaði byrjaði á að skoða MA og ég skoðaði líka menntaskólann á Ísafirði og menntaskólann á Egilsstöðum og svo var á Laugavatni, ég var samt ekki alveg, það var svona íþróttamið að ég var ekki alveg þar sko. Sá ekki fyrir mér að það er eitthvað svona sérstakt áhugamál í mér. En ég valdi Emma og er gríðarlega ánægður með það. Og þú þekkir það náttúrulega auðvitað vel, við Emma-ingar halda vel saman, allavega fram á þennan aldur. Og það er auðvitað eitthvað sem er frábært. Já, ég er að verða 40 ára, ég verð 40 ára stúdent, 17. júní næstkomandi. Og ég hugsa bara mér sinni stefna í að 70% hópsins eða eitthvað svoleiðis komi saman og ég held að dagskráin taki marga daga, 3-4 daga, 5 daga jafnvel. Þannig að þetta er ótrúlega samheldni sko, sem á meðan allt hitt hefur meira og minna verið að liðast sundur sko. Þannig að þetta er áhugavert sko. En það var eitt sem þú klikkaðir á sko, Óli. Það var bara eitt og setstofunni, ég sá þig aldrei spila bridge. Kanntu ekki bridge? Nei, kann ekki bridge og ég er svona Skammast þið neitt fyrir það? Nei, sko ég er þú veist, ég er ekkert sérstakur í spilum sko. Og ekki gátum og svona, ég er ekkert sérstakur í því og en ég man vel eftir þér til dæmis að spila bridge ég og ykkur og maður fannst eiginlega ótrúlega skildu eða heilu eftirmyndu honum í þetta Stundum næstu í allir nóttinni þá var ég nú löngu sofnaður enda kvöldsvæður Þú varst reglusamari en ég ég og naust þessu örugglega síðan ég var svona þú veist, hvað maður að vera djúpur í þessu ég fór á mína fyrstu og einu útihátíð þegar ég kláraði sko grunnskólann þá fór ég á Gauk og Stöng í Þjórsárdal og þar drakk ég mína fyrstu vodkaflösku og ég var eiginlega ekkert sérstaklega upprýðin af því Nei, þetta var hálfgerð vosbúð við vorum í svona jöklatjaldi og ég held að það er svona korter eftir að búin að tjalda þá var það bara að leka alveg mikið leka hundleild viður en þetta var alveg skemmtilegt en ég hef ekki séð þörf fyrir að fara á aðra útihátíð ég skilji en það var alveg ýmislegt sem að maður prófa alveg nýtt þarna en sko ég man eftir þér glaðlindum, félagslindum þú lærir líffræði, þú fer að spila fótbolta með Skaganum þú varst Íslandsmeistari, er það ekki? Jú oftar en eins? Já, við urðum við byrjuðum á því í 91 að vinna Skaginn, ég var að spila með Tindastól og færði mig svo yfir á Akranes og 91 þá unnum við aðra deildina og svo unnum við samfellt 92, 3, 4, 5 og 6 það var svoleiðis þá 5 ári röð unnum við úrvalsdeildina eða bestu deildina Gullaldalið seinna Gullaldalið kallaði þetta og svo unnum við tvisvar bikarmeistaratitilinn bæði 93 og 96 það var alveg einstakur tími maður mun búa því alla ævi og líka þá félaga sem maður kynntist þar og sem var reyndar einn góðu félagi minn Sigursteinn Gíslason, hann nú svo sem hvatt þessa jarðvist en það var einmitt svona einn frábær fýr sem maður kynnist Sko það er langt liðið og ég hef svona ekkert haft brjálaðan áhuga á boltaíþróttum en varstu fyrirliði?
Nei. Ólafur Þórðarson var yfirleitt fyrirlið. Já. Hvaða stöðu lékstu? Ég var miðvörður. Ég var svona bully in the back. Já. Ég var alltaf hraustur, samviskusamur, sko. Bara afskaplega lélegur á boltan. Varstu? Já, ég náttúrulega, því að ekkert í sem krakki, sko. Já, og kemur seint inn í þetta. Já, þannig skriðir ekki trukkurinn á svæðinu. Já, ég var, sko, þú veist, það var meiri vilji en geta, sko. Já, sem skiptir óbúslega miklu máli samt. Sko. Já, þú veist, það er einfalt að vera varnarmaður. Vertu bara í góðu formi, vertu sterkur og notaðu höfuðið. Þá ertu bara góðu varnarmaður. Þegar þú segir miðvörður, erum við að tala um hafsend? Já, erum við að tala um hafsend. Ertu aftasti? Já, ég vil eitthvað reynda að nota svona sem mannæta, sko. Mannæta. Þannig að við spilum með 4 manna vörn oftast þegar ég var. Já. Ég átti síður erindi 3 manna vörn, því þá þurftur ég svona, skildu tækja þátt í spilinu. Ég var ekkert sérstakur í því, sko. Margar ljóta tæklingar sem liggja eftir þig? Nei, ekki sem ég man eftir, sko. Það er yfirleitt á maður, þú veist, að vera að skalla um manni einhverja tennur og eitthvað svona. Það hefur kannski verið meira, þú veist, eða fá olbúa í trínið. Nei, ég held ég hef ekki skilið neitt eftir svona illa haldinn. En víti? Já, ég fekk nú, og ég á eitthvað sjálfsmörkum og við segjum ekkert frá því. Við verðum að skora 2 í sama leiknum. 2 sjálfsmörkum í sama leiknum? Í efstu deild? Nei, þá var ég á öðrum stað í lífinu. Já. En við þurfum ekkert að rifja það. En þetta er svona alls konar kokteil. Já. Að vera í keppnisíþrótt. Já, það er alveg, sko, það er alveg handleikur. Þú þarft alveg að fórna þér í það. Ef þú ætlar að ná árangri, þá leggur á þig. Ótrúlega gaman. Já, sko eftir á þetta nýtum maður þess að hafa sko farið alltaf leið. Já. Og ég hafði nú svolítið gaman að Luka Kostic var hann var að hneykslast að mér, sko. Þannig hefði verið að spurja mig og þeir spurði mig af hverju ég hefði komið til IA. Og ég sagði við hann að ég hefði séð myndirnar allar á veggjónum niður í aðstöðu sem var myndir af sigurliðanum í gegnum tíðina og ég sagði hann, þú veist, ég vil vera á svona mynd, sko. Afrek eitthvað, sko. Já. Og við unnum aðradeildina 91 og svo sagði hann mig, Óli, hvað næst? Já. Ég sagði að mér langar eiga bara úrvalsdeildarleik og fá að spila í efstu deild og við gerum það og kannski var Íslandsmeistari og við gerum það 92. Já. Og þá sagði hann mig, Óli, hvað þú gera núna, sko? Já. Þú ert búin að gera þetta og þú ert búin að gera hitt, sko. Og ég sagði, já, kannski langar mig bara að komast í landslið. Já. Og það gekk eftir. Já. Þannig að ég á nokkra landslíki. Já. Og svo hann var að segja mér þetta og svo sagði hann, Óli, og þú ert með mjög sérstakann kæk, sko. Þú reymar skóna í mars og þú leysir þá í september eða október, æfingaskóna. Af því að ég smegði mér yfirleitt bara ofan í æfingaskóna, sko. Það fannst honum algjört low point, sko. Það væri ekki hægt að hugsa sér meiri vingulsátt í þessu. Ber ekki meiri virðingu fyrir skón. En sko þetta er svo mikill galdur, Óli, að þú ert kannski með lið sem vinnur alla titla. Já. Samt er það ekki endilega skipað bestu einstaklingunum í íþróttinni. Já. Og bara þessi töfrar sem verða í svona hópi. Já. Þetta er alveg magnað. Já, það verður hópsál. Já. Og það breytir ekki öllu þó að það kvarnist úr þeirri hópsál. Það koma nýjir í staðinn. Akkurat. Og þeir samlagast. Já. Þú veist, við höfum alveg séð frábær lið, ég meina bara nefni lið eins og lið Víkings núna sem hefur verið að ná góðum árangri, Breiðablik og mörg af þessu liðum. Þetta eru frábær lið og gaman að sjá svona hvað við erum komið langt í þessu. Já. Þó að ég sé ekki vissum að tempóð hafi breyst neitt endilega til batnaðar, sko. Nei. En allt utanum hald og leikmenn eru bara almennt flinkari og svona, já, meiri á spunni heldur en var. Öll þessi yfirbyggðu knattspyrnuhús hafa nú skilað einhverju. Já, og líka bara menntun þjálfara og svo bara taka með hlutin alvarlega. Það eru peningar í þessu. En eru þeir jafn grjótharðir í dag og þeir voru fyrir 30 árum? Já, ég held að finnist alveg en þú veist, þú í dag kemst ekki á því að vera bara bully on the back, sko. Þú þarft að hafa eitthvað meira. Svo náttúrulega rosa gaman að fylgjast með uppgangi kvenna. Það er frábært. Það er bara konurnar hafa í rauninni ég er eiginlega sko mitt hjarta það slær bara stundum sterkar með því að horfa á kvennalandsliðið en karlalandsliðið. Ég horfum bara á afrekin sem það er að skila. Þetta er
tölurnar tala sínu máli. Já, það alveg frábært. Og eiginlega frábært hvernig hefur haldið á kvennaboltanum. Og eiginlega engin feilskref stigin, sko. Evrópumót núna fram. Já, og ég meina við erum alltaf bara í fremstu röð og ekki það, sko, karlaliðið er líka gott. Við erum kannski ekki... En það er svona ómótað, hvað maður að það er óskrifa blað, er það ekki? Jú, sko, það er líka, þú veist, það skiptir máli að eiga leikmenn sem spila á, sko, svona, í bestu deildum heims. Já. Þú veist, auðvitað hefur það áhrif. Já. Og við höfum séð í gegn tíðina frábæra knattspyrnumenn á Íslandi. Já. Sem að hafa bara verið, sko, númer á alþjóðlega mælikvarða. Þó við engan akkurat Messi skilur, þá höfum við átt mjög góða leikmenn. Já. Ég bara, þú veist, Sigur Jónsson, Eiður Smári, þú veist, Ásgeir Sigurvinsson og má nefna fleiri til sögunar sem hafa spilað á efsta plani, Gylfi og fleiri, sko. Þetta hefur verið svona kannski það sem að býr til þetta sjálfstraust sem þarf auðvitað að vera til staðar. Þú verður að trúa því að þú ráður við verkefni. Ef þú trúir ekki, þá myndi ekki ráða við það. Það er ekki flóknari það. Á ögurstundu. Algjörlega. Já, einmitt. Hvað varstu gamall þú kynntist konunni þinni? Sko, ég er skilinn, þannig að sko, fyrri konu minni kynnist ég 89, 90. Hún var frá Sauðárkróki. Og við hittumst á sameiginlegum vinnustað okkar beggja. Já, sem var þá? Loðskinn á Sauðárkróki. Já. Hún var að koma frá Noregi. Ég hafði verið þarna að vinna að spila körfubolta. Og svo fara í fótboltanum sumarið. Og svo var það nú þannig að ég og seinni konum kynntist bara í gegnum vinnuna. Og hún heiti Margrét og er lífsali í Reykjavík apóteki. Já, og áttu sem sagt 2 börn með fyrri konunni? Já. Og svo 2 fóstudætur? Nei, svo á ég sem sagt, svo er barnsfaðir Margrétar er hann er látinn og þau áttu sem sagt saman Hildi og Birgi. Já. Og ég hef svona kannski þá verið vængmaðurinn þeirra. Já, gengið þeim í föðustað? Svona í seinni tíð, já. Já. Ég átti einn strák. Já. Hvernig var það? 2004. Já. Og kynntist á konu á höfuðborgarsvæðinu. Já. Sem flutti norður til mín til Akureyrar með 2 dætur sinnar. 11 og 14 ára gamlar. Já. Þannig að ég hef verið í þínu spórum. Já. Þekki þetta. Já. Þessa tilfinningu. Já. Og þessa reynslu. Já. Þetta er mjög góð reynsla. Já, ég get ekki kvartandi. Ég er reyndar, sko, ég bý afskaplega vel. Þetta eru svo vel smíðaðir einstaklingar allt saman. Þannig að, hefur verið svona tiltölulega vandræðalaust. Dóttir mín er nú framkvæmdastjóri í fyrirtækinu mínu. Já. Eða okkar. Hvaða fyrirtæki er það? Ég rek Apótek Vesturlands og Reykjavíkur apótek. Já. Og Rekur þú Reykjavíkur apótek? Já. Er það ekki keðja? Nei, það er eitt lekkur bara. Já, það er eitt, ok. En mér þykir afskaplega vænt um hann, sko. Já. Við erum í Héðinshúsinu vestur í bæ. Já. Og en sko stærsti sprotin hjá mér er sem Apótek Vesturlands sem er þá með stórt útibú á Akranesi og svo er ég í Borgarnesi og í Ólafsvík. Ég keypti það af Ólafsverri þegar hann var tilbúinn að selja. Það var einhvern veginn svona loka hringnum bara hreinlega. Já, ég skilur. En erum við ekki að éta allt og mikið af þessum djöfisins lyfjum? Fixa okkur í staðis að fara í göngutúr og... Ég allavega myndi orða það þannig að ef við horfum á samanburðardölur þá er auðvitað augljóst að við erum að nota mikið af til dæmis geðlyfjum. Og menn hefur svo sem ekki færnin svona allavega mínu veiti einn sannfærandi rök fyrir að við séum endilega ofnota lyf en kannski bara lítið af öðrum úrræðum í boði. Og og þetta er þannig að ég allavega lít þannig á að lyfi eiga að vera
loka úrræði. Já. Þú áttu auðvitað að byrja með önnur inngrip Já. og ef við pössum upp á ýmsa hluti þá getur við komið í veg fyrir og ég held veg fyrir að sko tjónverði og ég vil bara nefna að því að fólk, heilbrigðiskerfið farið að hugsa meira til dæmis að vera með inngrip í líf fólks snemma þegar að það eru komin upp einhver merki að vandamál séu til staðar og ég held að skipti máli og ég held að skipti máli ef við höldum vöku okkar gagnvart því en það verður að vera til einhver úrræði þá eða það verður að vera einhver farvegur þannig að það er ekki nóg að merkja viðkomandi, það þarf að vera einhver aðstoð í boði. Já. Og sumt gerum við bara alveg ágætlega og ég held að leikskólastigið sé nokkuð vel meðvitað sitt hlutverk í til dæmis þessum málum. Það getur auðvitað verið að það er kannski auðvitað að maska þessa hluti þegar maður kemur í grunnskólan. Já. En þar sjáum við líka kannski verið að reyna að búa til einhver farveg fyrir menn tala skóla án aðskilnaðar eða í rauninni það smíða alla einhvern veginn undir sama hatt. Ég upplifi það ekki sem endilega skynsamlega ráðstöfun. Mér finnst margt benda til þess að það sé brotalum og við kynntist nú eftir ég fór í pólitíkina gagnvart Alþingi þá kynntist ég manni sem heitir Jón Pétur Símsen sem mér hefur fundist vera alveg ótrúlega svona hann er hugsuður og hann er rauninni búinn að velta þessu hlutnum fyrir sér mjög mikið og mér finnst margt af því sem hann hefur verið að svona benda og það fáist ekki svör við því og menn hafa rauninni kannski frekar kosið að gagnrýna það sem að hann hefur verið með svona, ég ætlum ekki að segja kannski ómálumlega en það er afgreitt svona eins og það hafi ekki merkingu og mér finnst það miður og ég held að við eigum að skólinn kostar okkur helling við erum að leggja mikið á okkur og kennarar eru þetta er sprenglegt fólk þetta eru fólk sem búið að vera 5 ár í skóla ég heldur að það sé kannski mætti alveg skoða það en við ættum að hafa þá efniviðin til að gera vel en það væri voða gott að búa í heimi þar sem maður getur bæði gagnrýnt kerfi sem við erum með og þurfa sannarlega úrbætur á tilteknum sviðum en þú líka, þú getur leið hrósað starfstéttum og talað margt sem gott. Þetta er náttúrulega mjög polariserað og þetta er annars vegar hópur sem að bara allt sem ríkistendur fyrir er æðislegt og má ekki haka við neinu eða bara að akkurat á hinbógin það sem að Jón Pétur Símsen alveg bursið frá því hvort þú fyrirlítur skoðanir hans eða ert bara sammálunum hverju orði það sem er þó nýtt við hann sem þingmann, segi ég eftir að hafa fylgst með fjölmiðlum í 40 ár er að hann er orðinn þingmaður en hann hefur ekki dregið sér hlé hvað var að skoðanir og hann póstar þeim bara þetta eru djarfar skoðanir sem að vekja umdeilanleika ég held við þurfum bara meira af því ég er sammála því við höfum nú tekið löng spjöld saman og ég dáist að í rauninni meira og meira hvað hann er búinn að sökkva sér djúpt ofan í þetta. Þetta verður við öll á sama rófinu og það er þannig að á einhver tímamóti verður líka treyst öðru fólki fyrir að gera hlutina rétt og maður á ekki allavega það verður að vera mitt motto í lífinu að reyna þykjast ekki vita allt best og það sé skynsamlegt að leita að ráða og en maður verður líka samt að hafa hugrekki til að gagnrýna og ég ætla bara að segja allir fyrir mig sem þingmann þá upplifum að það að þú ert kannski ekkert inn í mjög mörgum málum og ég get bara sagt frá því að ég byrjaði þingstörfun að það hefur farið ómældur tími að kynna sér hluti og í rauninni bara komast á þann stað að upplifa að þú getir farið að taka einhverjar ákvarðanir sem byggja á einhverju raunvitund, ekki bara einhverju sem þeir eru sagt. Ég skil. Og það tekur tíma. Make a sense. En ég held það sé til farsaldar þegar lengra dregur að maður undirbyggi skoðanir sínar á einhverju öðru heldur en bara einhverju sem þeir eru sagt að segja.
þegar þú segir þetta þá hef ég einmitt sko, mín tilfinning svo að þú hafir ekkert verið að gjamma neitt rosalega mikið síðan þú varst þingmaður, það rétt hjá mér? Já. Hefur þú verið svona sækja í þig veðrið og við að þeir upplýsingum? Já, sko. Verið bara í því núna? Já, ég, auðvitað velta verið pontunni. Já, til dæmis. Þá, hef ég ekkert verið mikið í pontu. Nei. Og í rauninni lítið. Og ég klúðraði nú reyndar jómfrúðræðinu minni með eftir þetta verðum hættir þegar ég fór í andsvör við Hölmu Möller heilbrigðisráðherra. En þú veist, ég held að sé bara þannig að sko, þú ferð í stólinn þegar þið langar að segja eitthvað. Já. Ef þú telur þið ekki hafa eitthvað fram að færa akkurat í þeirri umræðu, þá bara situr hjá sko. Já. En það er samt þannig að þegar þú berð ábyrgð í þinginu, til dæmis á þínum málaflokki, við reynum að skipta með okkur verkum, það er skipt niður á nefndir og svo framvegis, þannig að menn bera ábyrgð á auðvitað sínu og þá setur þið ekstra vel inn í þau mál sem heyra undir þann þátt, en þú reynir að vera auðvitað inn í öllum mál. En við kannski tveir deilum ekki öllu leyti pólitískum skoðunum, en við sko deilum, en við erum sammála það að við þurfum meira hugrekki. Já. Og við þurfum tæpitungulausari umræðu og sko, ég að vonast að við séum aftur að komast inn í þá tíma þar sem að við horfum á kjarnan, hvað var hann að segja, en ekki hvernig sagði hann. Já. Og við sko slítum ekki hlutur samhengi og leitum ekki alltaf að veikasta hlekknum. Við tökum merkinguna. Já. Mér langar bara aftur, sko ég bara búin að leita merkingunni eiginlega án nokkurs árangurs núna í nokkur ár og ég var að verða brjálaður. Já. En mér finnst aftur að það sé. Já, sé koma. Já, ég hef nú reyndar aðeins finnst með þér þetta, svona í gegn tíðina og ég meina ég sagði til dæmis bara verða opinbera starfsmann og málsvara stofnunar skilur sem að ég hefði fyrirfram ekki gert ráð fyrir sko. Af því að ég upplýði meira svona sem rebel eða þú veist, frekatrú að vera eitthvað listamaður, skilur við. Sem ég hef verið, stóran hluta með lífi, tónlistamaður líka. Já, einmitt. Þar sá ég þig, sko, það er kannski auðvitað, að því að ég kynntist þér bara þannig í menntaskólanum, ég upplýði þig sem bóhem og fannst þú í rauninni kannski taldi líkur með þess að, sko, móður af mínum, Þóruði heitnum, sem er pabbi Sigurðars Þórðarssonar, alþingismann. Nú er það? Og það var sá sem var kommunisti, eða hvað? Nei, hann var alveg eldröður, en það var hinn afi minn sem vann í beinaðarsmiðinni, sem var grjótari kommunisti, en skildi kapitalismann. Hann var í rauninni bara, hann var verkfæri marxismans í þeim skilningi, hann var auðvitað að búa vel í hæginn fyrir marxistan, sem þurfti bara að fá stærri sneið af kökunni. Akkurat, en sko bara mitt heilræði til þín, Ólafur, því ég held ég hafi 2 ár á þig, þannig ég get verið gamli maður ungur nemur gamalt temur. Það er bara, þú veist, allir mínir ferlar í lífinu, þeir eru margir, en maður setur ekki sko sálina og hugrekkið í það sem það eru að gera, hvað sem þú ert að spila á píanó eða þú ert talsmaður opinberra stofnunar eða blaðamaður, hvað er þingmaður, þá bara vantar eitthvað mjög mikilvægt fyrir lífið í samfélaginu. Já. Sko, ég held líka það sé auðvitað hverju manni hollt að skoða það hvort að það gæti nú verið að þú hefðir ekki á rétt að standa. Það er að segja að þú sért að horfa á einstaklingslega hluti eða takir ekki tillit. Og ég held að það er við alla stjórnmála. Og það skiptir ekki máli hvort þeir eru ysta hægri eða lengsti vinstri. Nei, það ætti ekki að vera skammalegt að skipta skoðun. Nei, til það ekki, ég menna að það er þessi heilbrigðismerki og líka bara, þú skiptir ekki endilega skoðun, að komast að einhverju samkomulagi hvernig niðurstaðan er að vera. Veist, en sko, ég held að sé alltaf samt þannig að það sé ákveðin atriði sem við viljum hafa, ég menna, ég nefni bara eins og mannréttindi, skilur. Þú veist, það er eitthvað sem við gefum engan afslátt af og heldur ekki málfrelsi og svo framvegis. Þú veist, ég ákvað nú þegar ég var þingmaður að vera ekkert að skrifa á Facebookina eða neitt slíkt sko. Svo er það auðvitað náttúrulega útópía, þú verður auðvitað að vera á þessum miðlum. Þú nefnum allir ekki að bjóða það fram aftur sko, og getur auðvitað sleppt í. En þú lítið þannig á það? Það er ákveðin skylda líka bara gagnvart þeir sem voru að kjósa. Þeir vilja heyra í þér, vilja fá upp skoðanirnar og svona. Þeir vilja ekki að áttu við orðastað sko. Og þó sé eitthvað reyðilegastur skilur og það bara gerir ekki til skilur. Ég tek það ekkert persónulega og hefur reyndar aldrei gert sko. En það væri maður hefði maður þá kannski ekki komist niður þetta áfram í lífinu eða þú ert allavega svona sjálfur frekar einstaklingslegur. Já. En já, það bara
einhvern veginn að vera ekki sama. Já. Sko, það líka bara, held ég, óbúslega mikilvægt að minna á það, sko. Já. Ef þú vinnur sem heilbrigðisstarfsmaður, þá lærist það fljótt. Þú, fólk finnur það alveg þegar það kemur til þín og leitar ráðgjafar hjá þér. Hvort að þú ert að afgreiða viðkomandi bara svona sem einna kúnum með daginn eða hvort þú leggur eitthvað í það. Ég held að svona heilt yfir hafa mér almennt gengið vel með viðskiptavinnuna. Og það væri nú frekar orðað mér fyrir það að vera sæmilega sko sína fólki athygli heldur en hitt, sko. Já. Þú hefur afrekað það að þú ert oddviti þíns flokks, Sjálfstæðisflokksins í norðvestur kjördæmi, ekki satt? Já, jú. Það náttúrulega þarf heilmikið traust til, menn þurfa að hafa gert alls konar hluti til þess að komast á þann stað. Já, ég held að það er líka væntingar. Menn gera það væntingar að sama skapi það að þú skilir áfram því sem þú ert að predika eða boða. Þú ert aðeins að sussa á frekjutöllana í flokknum þínum og segja strákar og stelpur, við erum ekki hluti af aðalsætt, það er ekki náttúrulegumál að við séum í meiri hluta, að við séum í ríkisstjórn. Já, ég reyndar ekki upplifað, sko, svo ég segi auðvitað þurfum menn að læra. Já. Ég meina við erum í okkar þingflokki með fólk sem hefur aldrei verið annað ráðherrar. Og þú veist, auðvitað þarf þetta fólk að læra alveg svo við þurfum að læra að vera þingmenn. Já. Þá þurfa fyrirverandi ráðherrar að venja sig á það að vera óbreyttir þingmenn. Þau þurfa líka að venja sig á það að vera í stjórnarandstöðu. Og það gerist alveg eins og hjá nýliðunum ekki yfir nótt, en auðvitað kunnaðu náttúrulega, þau eru miklu betri inn í mörgum málum og hafa auðvitað gríðarlega reynslu og þekkingu sem að við erum að vinna okkur inn. En við komum þá með annaða móti sem eru nýkomin til dæmis úr atvinnulífinu. Ég meina, það rökraðir engin sérstaklega við mig hvernig á að reka apóteka með það. Nei. Það er engin annar rar, sko. En þetta rekstur apóteki bara kannski svo rekstur hverju eru fyrirtæki. Það rökraðir engin við mannætuna? Nei, til dæmis. Já, ég nú gaman að orðaskiptum okkar mín og Berðus Ólafsson hjá miðflokknum þegar við vorum að ræða orkumál. Og hann nefndi það hvort að við getum ekki bara samið í jafntefli. Og ég nefndi einmitt þá að ég tæki enga fanga. Það var ekki jafntefli í stöðunni. En auðvitað er það þannig að mál eru mönnum mismunandi hjartfólkin og það er alveg gaman að horfa á. Það eru mjög margir þingmenn sem eru mælskir og flytja flottar og góða ræður á hverjum degi í þinginu og það er dýnamík í þinginu. Skrifar þú sjálfur ræðurna þínar? Já. Flestar? Já, ég held að segja þessum fljótt. Já, allar bara. Ég flytti svo sem ekki margar ræður en ég held að segja þessum fljótt ef það verður ekki frá mér. Já, einmitt. Það er svolítið að kannski stundum að pissa í skóin sína að Já, sko. Ef þú kemur allt í hennu upp með einhverja brjálæðislega flotta ræðu og svo ertu stattur á mannamóti og þú ætti að segja eitthvað og allir bíðast til. Já. Það er alveg, og það er svona sem partur af því sem að maður hafði gaman að varandi þingi í den. Það var mikið af fólki þar sem að voru virkilega góður ræðumenn. Miklir óratúrar margir. Já, og bara líka svona lífskúnstnir, Já. Þú veist, fjölbreytt gallerí af fólki. Gátu gert grín og þú veist, hlegið og allt það. Og kannski, þú veist, við erum auðvitað með grínist á þingi og margt skemmtilegt sem frá honum kemur. En við höfum auðvitað líka eftir að svona slípa okkur saman aðeins og það er alveg eftir að verða harðari skoðanaskipti þegar að verða meira undir heldur en í dag. Það er allt í mestu vinsæld. Einmitt. Þetta maður alveg tekið eftir því að það fólk svona plasera sig og þeir eru náttúrulega líka svo mörg eins og ég nefndi áðan sem eru nýjir þingmenn. Þannig að það verður forvitnilegt að dæmis að bara fylgjast núna með komandi vikum fram að sumri. Spennandi, hraður tími og margt undir. Já, ég upplifi þetta svona aðeins eins og tómatsósu flösku, sko. Að það kemur ekkert lengi og svo kemur allt, sko. Og ég held að þannig verði tíminn fram að þinglokum. Það verður mikið álag. Já. Sko Ólafur, ég veit miklu meira þig núna heldur en fyrir klukkutíma. Já. Og ég hugsa bara að ég vona það að margir hlustendur og áhorfendur deili því með mér.
Og það bara svo gaman þegar við kynnumst hérna hvert öðru og fáum að vita hvaða innri mannfólk hefur að geyma. Þannig að ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauða borðinu í þessum ágæta lið okkar óþekkti þingmaðurinn. Já. Þú ert aðeins svona meira þekktur sem þingmaður núna í augum og eyrum sumra okkar. Já, ég skoða áhorfstölunar hjá þér. Já, skoðar áhorfstölunar. En takk fyrir mig. Takk að þér. Og við höfum ekki lokið dagskráni hér en við Rauðaborðið farið ekki langt meira eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is